Bárður Jónsson, framsögumaður umræðu skýrslu A-nefndar. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri og góð silki nær og fjær. Þakka þessar frábæru umræður. Við í A-nefnd erum sko ekki á flæðiskeri stödd, eigandi ykkur sem að hafið gefið okkur góð ráð og aðhald og hugmyndir og margt að móða úr, og við munum skoða það og fara vel yfir það. Ég ætla að stikla á þessari umræðu. Það að sjálfsögðu ekki meiningin að draga úr mannhelgi eða því sem var í upphafsgreininu með því að færa það í aðfararorð stjórnarskrárinnar, heldur finnst okkur að það eigi betur heima þar og ekki stendur til að gengisfella það. Nú, það auðvitað ýmislegt sem hefur verið nefnt sem að varðar málsmekk, og það erfitt að deila málsmekk, mismunun, manngreinarálit. Eins var nefnt hér áðan með orðalag sem að Aðalheiði hefði þótt upphafið, en þess ber þó að geta að til dæmis í tillögum hennar voru í hennar eigin texta var orðalag sem okkur þóttu upphafið, þannig að það alltaf spurningum hvernig maður metur þessa blómvendi sem að þessi málblóm sem að sett eru fram, en þetta auðvitað skoðum við og gaumgæfum. Nú, varðandi þetta með fundafrelsi, þá við vorum að reyna að komast fram hjá þessari grein með að nefna lögregluna sérstaklega, og vildum þá að það væri vísa til, sem sagt, almannahags eða hvað það heitir þarna í greininni, og mann ég ekki svipinn, en þið viti hvað ég er að fara. Og við getum vissulega að skoða það að taka tillit til umræðu og skoða hvort við getum orðað þetta með einhverjum öðrum hætti. Svo þakka fyrir ábendingu Írisar þarna greinar eða það sem ekki er búið að samþykkja sem lög, þannig að við orðum þetta þannig að taki verði víðara, og þetta þurfum við að skoða. Varðandi auðlindirnar til það sem talað tiltekinn og hóflegan tíma. Við viljum að tíminn sé hóflegur, og við viljum gjarnan líka að það sé tiltekinn tími. Því að það vont að vera með teygjanleg orð inn í stjórnarskránni, of teygjanleg. Þess vegna væri gott að þetta væri hóflegu tími, en gjarnan mætti tiltakan, þannig að það sé svona þessi jafna sem að ráði. Nú, það kann að vera ég gleymi einhverju hér, en Pavel nefndi þetta með hátíðlegan blæ og málfarið, og ég var búinn að svara því varðandi það sem hún Aðalheiður sagði. Það og varðandi þetta með, það eru við sumir búnir að svara þessu með náttúruna, með sjálfbærni. Við vorum ekki ánægð með það hugtak, ég skal viðurkenna það. En eins og Arnfríður benti á, að þá í greinin og undan, þar er skilgreint hvað við meinum með sjálfbæri þróun, og við þurfum þá að skoða þetta betur. Svo hitt að til dæmis þegar við tölum eignarréttin, þá segjum við hann friðhelgur, og síðan talað að honum fylgi réttindi og það megi skerðan. Og það kannski eins með sjálfbæra þróun, að hún kannski það hugtak, ef það túlkað algjörlega bókstaflega, þá gæti það bannað okkur að dæla heitu vatni upp á jörðinni, af því að það hugsanlega sem sagt takmörkuð auðlind. En ég held að við getum talað sjálfbæra þróun á þess að túlka það hugtak bókstaflega í öllum tilfellum, og við þurfum að ganga að varfærni auðlindirnar og reyna eins og hægt er að skila þeim til komandi kynslóða, og það tónninn í greininni náttúruna. Nú, svo þetta með voppleysið. Hvort Gunnar heima, var spurt í Njálu. Vitið það, en hitt vissi ég að atgeir hans var heima, sagði austmaðurinn.
Já, eigum við að hérna safna saman vopnlaus, nefna það kann að vera að við þyrftum að taka það inn en við tókum það út og munum skoða þetta út frá umræðinni. Nú, sjálfbærni. Nú, það var þakka fyrir breytingu á orðalagi við og okkur og það allt saman. Og svo vil ég nefna það hérna, og taka undir orð Freyju sem að kom inn á réttinn til lífs og mynd okkur á það varðandi fóstureyðingar að það eru margar hliðar á því máli og skal fara varfærni það allt saman. Nú, Þorkell spurði hvað þýðir það hverjum og einum ber að virða náttúrun og vernda. Það tónn í þessum kafla að þetta sé ekki bara við sem erum að krefjast af ríkinu einhvers, heldur erum við að minna á það að við erum hluta þessu sjálf. Og það er þessi ábyrgð einstaklingsins og lögaðila sem þarf að koma inn og það til dæmis verið að slá svona á svipaða strengi og í frönsku stjórnarskránni og víðar. Nú, varðandi upptalninguna í greininni náttúruauðlindirnar, þá er mikilvægt að tilgreina hluti sem að þarf að hnykkja á. Það auðvitað hægt að hugsa sér stjórnarskrá sem nánast bara í mjög stuttum setningum og tekur bara allir aðalatriða. En við gerðum okkur grein fyrir því strax í byrjun að við yrðum að fara bil beggja, að tala skýrt og greinilega en líka að skýra málið enn frekar með því að tilgreina vissa hluti. Af því að það þarf á þessum tíma að hnykkja á þeim. Og stjórnarskráin í senn svona tímalaus en líka barn síns tíma. Og það einhvern veginn jafnvægi þar á milli sem við erum að reyna að finna. Þorvaldur búinn að svara þessu með fullu gjaldi og það búið að ræða það og okkur þykir rétt að þarna sé ekki einhver loðið orðalag sem gefi mönnum tækifæri til þess að hygla vinnum og vandamönnum og slá af og sveigja þetta til og frá þannig að þetta verði merkingalaust og hafa enga þýðingu. Nú, ég ætla nú bara að nefna það varðandi dýraverndina, þá var nú sú grein var nú bara ekki í mínum pappírum, þannig að en við munum taka til greina athugasemdir hana og sjálfsögðu og eins sent erindi sem var að berast eða barst í gær og við náðum ekki að vinna, þannig að við skoðum það. Við skulum sjá. Nú, Gísli var hér með athugasemdir sem að við munum fara yfir og eins það sem að líður, sagði. Ég fer nú ekki nánar út í smáatriði þessu en þakka ykkur öllum fyrir ekki síst jákvæðar undirtektir og hrós í okkar garð, það alltaf gott að fá strókur en við tökum líka til okkar gagnrýni og skoðum hana og förum vandlega yfir þetta. Ég vil svo áðurinn í lík málu mínu þá ætla ég bara að segja það að ég sakna hennar Ástrósar sem er sessunutur minn hér í dag. Ég spurði hana fyrir vikunni hvenær átti að eiga og hún sagði á föstudaginn. Og ég vil vona henni gangi vel og óska henni og manni hennar og komandi barni allsins besta og Guð geyma hann og blessa hann og ég veit ekki tala fyrir munn okkar allra þó ég taki svona til orða. Bestu óskir til hennar. En við erum núna að nálgast tímamót og ég ætla að fá að segja örfá orðaðurinn í líka þessu. Við erum búin að vinna mjög vel og við erum langt komin með það öll að klára svona fyrstu drög að stjórnarskrá. Það merkur áfangi. Mér finnst tíminn núna sem liðin hafa verið svona vissuleiti eins og hveitibrauðsdagar. Við höfum verið á sléttlendi og geta farið út vínan völl og leikið okkur dálítið og hugsað frjálst og sett fram hinn og þessar hugmyndir. En nú þessum tíma að ljúka og við á þessari vegferð okkar þessar lendur mannréttinda og stjórnarskrár erum að nálgast núna fjallgarðinn og hann framundan og þá eru gil og skorningar og það eru fannir og klungur og
jökulár og jöklar, en það eru líka gróðurvinjar og það eru auðnir, það sem eru titrandi smáblóm og allt það. Og nú reynir á okkur, hingað til höfum okkur tekist að eiginlega klára öll mál 25-0. Við höfum verið sammála hlutina. Einstaka aðeila seti hjá við atkvæðagreiðslur. En nú framundan tími þar sem að við þurfum að hjálpast að komast yfir fjallgarðinn og gera það sko einarlega að mynda samstöðu og sýna samstarfsvilja og sveigjanleika og halda áfram þeim góða anda sem ríkt hefur meðal okkar hér í dag. Mér langaði til þess að segja þetta svona í lok dagsins og við tökum þetta með okkur inn í helgina sem umhugsunarefni vikurnar sem framundan eru. Þær skera úr það hvort okkur takist að gera þetta verk fallegt og þannig úr garði að því verði fagnað af þjóð og þingi. Takk fyrir frábæra umræðu í dag og frábær störf og njótiði helgarinnar öll. Takk fyrir.